Egon, það önnur að taka 2, komast aftur á Eurobasket. Hvernig líst þér á þessa undankeppni? Mér líst bara mjög vel á hana. Ég held að sé svona þokkaleg gulrót fyrir alla sem að voru í fyrra og tóku þátt í því bara verkefni og þú veist að einhvern veginn fá að upplifa aftur. Þannig að ég held að mér sé bara mjög svona mótiveraðir og klárir í slaginn og bara þú veist þokkalegur. Var gaman á mótinu? Ég að segja það. Var það svakaleg upplifun? Það var rosalega upplifun. Þannig að menn eru bara alveg starfnir í því að endurtaka leikinn og vilja upplifa það aftur. Já. Þú voruð með Sviss, Kýpur og Belgum í riðli. Hvernig líst þér á þessi lið svona sem mótherja? Bara vel sko. Þetta hentar okkur bara held ég ágætlega. Belgarnir eru náttúrulega sterkastir og við getum, það er alveg raunhæft markmið að stefna á annarsætið og ég held að það sé bara okkar markmið og reyna að ná bara sem bestum úrslitum úr öllum leikjum. Það er mjög mikilvægt og bara reyna að ná einhvern veginn að komast í gegnum þetta í öðru sæti. Það er alveg góð möguleiki því að komast inn á Eurobasket og við, þetta er bara þarna og við þurfum bara einhvern veginn að ná í það. Þetta eru Sviss og Kýpur þá 4 leiki sem þið þurfum að taka til þess að Í rauninni sko. Við þurfum að ná bara sem flesta sigra þetta en við vitum það er ekkert sjálfgefið. Við þurfum að vinna mikið og fyrir því og þetta verður mjög erfitt prógram hjá okkur. Nú hefur liðið farið gegnum einhverjar breytingar síðan síðast. Já. Hvernig meturðu svona þessa róteringu á leikmönnum? Er að koma inn fínir strákar eða hvernig Ferskar lappir. Já, ferskar lappir. Þetta eru ungir pungar sem eru að koma inn og þeir eru bara hungraðir í að sanna sig og spila fyrir íslenska landslið sem er bara mjög jákvætt. Það er náttúrulega mjög slæmt að missa náttúrulega pósta eins og Pavel til dæmis og það er náttúrulega rosalega mikilvægt fyrir okkur. Finnur talað frákasta getur hans og varnarlega líka? Já, varnarlega sko, og frákasta og fyrir utan það, þú veist hvað hann er að gera fyrir okkur sóknarlega þá og náttúrulega Kobba líka sem er ótrúlega mikilvægt fyrir okkur. Þá er náttúrulega erfitt að missa þessa pósta en menn þurfa bara að stíga upp í staðinn og bæta þau.